En hjá gestunum eru þær Kristey Marín, Pála Verardo. Við erum í smá vandræðum með að fá upplýsingarna frá Blí, Heiðdís og Sigrún Anna, Ornella og síðan númer 10 er hún Kristíne. Ég heiti Ólafur Helgi Rögnvaldsson og með mér hérna í tæknimálunum er hann Stefán og við erum bara klár í þessa rimmu, baráttan Norðurlandið að hefjast. Þessi lið hafa bæði byrjað tímabilið mjög vel. Völsungur er búið að vinna fyrstu 3 leikina sína og KA er búið að spila 2 leiki og vinna það báða. Þannig að það kemur það í ljós núna eftir hvort liðið verður ekki taplaust eftir þennan leik. En Amelía byrjar uppgjöf. Fín móttaka hjá Völsungi. Það þarf að Heiðrún slæra blokkinni og Lúcia með góða vörn. Og Júlía laumar en fín blokk. Það er hún Pála sem á fína blokk hérna hjá Völsungi. Og fyrsta stíði komið og það endar hjá Völsungi. Þá er hún Kristey komin í uppgjöf. Fín móttaka hjá Valdrúnu og Pála slær aftur af blokkinni. Fín vörn hjá Júlíu og aftur Pála. Reynir að lauma en það er Pála aftur með annað blokkstig. Vel gert. Þær eru búin að lesa vel hérna sóknaraðgerðirnar hjá KA og kona með 2 blokkstig hérna í byrjun. Þá er Kristey aftur. Júlía tekur á móti, fín móttaka og Lovísa aftur af blokkinni. Og Amelía gefur svo á Júlíu sem slæðir af blokkinni en það er nú að berga þessu. Það verður að þetta heldur áfram að Júlía slæðir yfir en það berga þessu og Júlía kemur svo boltanum aftur yfir. Það verður aftur tækifæri fyrir Völsung en það er slá út fyrir röndinu og stíðir endar KA megin. Smá óskipulag í gangi hérna KA megin, eða báðum megin kannski. En endaði með því að KA náði stíðinu. Þá er það Júlía sem er komin í uppgjöf fyrir KA og ákvæmt í smátaka hjá Völsungi. Pála spilar upp en þessi fyrir á netinu. Það er Sigrún Anna sem reyndi að ná til boltans en það gekk ekki. Og Júlía heldur áfram með uppgjöf. Fín móttaka hjá Völsungi. Þá er Sigrún aftur og slæðir í blokkina á hendurnar af Pálu. En boltinn fer af Pálu og niður, þannig að Völsungur fær stíð. Það er Heiðdís sem að fer í uppgjöf. Og Amelía spilar upp á Pálu. Það er aftur blokk hjá Völsungi en það er ná að koma boltanum við KA og þarna var það Pála og svo er það Lúcia sem slær. Fín vörn þarna hjá Völsungi. Júlía með góða vörn og Lúcia aftur og þarna náða loksins að komast í gegnum blokkina. Lúcia sló þarna vel í blokkina og boltinn endaði Völsungs-megin. Fyrsta stíð hjá Lúcia í leiknum. Það er hörku byrjun á leiknum, það eru góðar blokkir og varnir hjá báðum liðum og ekkert gefið eins og við viljum hafa það. Lovísa fer þá í uppgjöf fyrir KA. Og svo er það
Pála, Amelía tekur boltan, Lofur sem spilar upp á Pálu og þessi fer í enduruna, já, vel gert þarna hjá Pálu. Við höfum síðan að gera þetta margoft. Fyrsta stig hjá henni í kvöld. Lofur sem heldur áfram með uppgjöf. Fínasta stemning í KM-heimilinu. Fín má taka hjá Völsungi. Og þarna það nú þarf ég að fá Kristíne fyrirgefið sem átti þetta fína smass, kom boltanum bara yfir á erfiðan stað á vellinum og Káa náði ekki berga þessu. Það var Pála sem fer í uppgjöf fyrir Völsung. Góð móttaka hjá Júlíu. Aftur Pála, góð vörn. Og þá það Sigrún Anna sem slæðir af blokkinni og fær stig. Þetta svolítið að lenda í blokk og út Káa megin en Völsungur virðist ná að skora nokkuð blokkstig. Pála heldur áfram í gjöfinni. Og Pála tekur á móti. Það var Auður sem á gott massa miðinni. Og Sigrún en fín vörn þarna hjá Júlíu og Lúcia slær snöggan bolta og vel gert. Hann gerði það vel, kom hratt uppspil hérna frá Amelíu. Lúcia var klár og þetta endaði með stigi fyrir Káa. Já, Völsungsliðið virkar bara mjög öflugt. Virðist að bætt sig svolítið frá því í fyrra. Komin nýju leikmenn sem að standa sig vel. En Pála kemur þá með uppgjöf. Og þetta endar hjá Sigrúnu Önnu. Og aftur. Þarna var blokkin aðeins inn kannski hjá Káa en gott smass hjá Sigrúnu. Fyrirgefið hjá Kristínu. Já, ég smá vandræði með nöfnin á leikmönnum hjá Völsungi. Þeir eru ekki skráður inn á síðuna hjá Blí. Það myndi fyrirgefast þetta einhvern tímann. Þá það Sigrún Anna í uppgjöf. Og Amelía kemur boltanum Lúciu. Gott smass en fín vörn hjá Völsung. Og Kristíne. Pála kemur á Amelíu. Þá það Júlía úr afturlínunni. Þessi var aðeins of lár. Gætum skráð þetta sem blokkstig hjá Ornelu. Já, vörnin hjá Völsungi virkar bara mjög öflug í kvöld. Það ekki auðvelt að koma boltanum í gólfið hjá þeim. Þessi aðeins of langur og fór út. Sigrún Anna með aðeins of fasta uppgjöf. Það var komið að Lúciu að gefa upp. Þarna niðurspil hjá Völsungi og Pála nær góðu smassi, fín vörn hjá Völsungi. Það koma bara með léttan bolta hérna yfir. Núna ætti Káa að geta sótt hratt og það Júlía sem fær boltana. Já. Þetta var virkilega vel gert hjá Júlíu. Óbúslegur kraftur í þessu smössum hjá henni. Staðan 7-7. Káa aðeins að koma tilbaka hérna. Liðin skiptast nokkuð inn á að skora stig. Lúcia heldur áfram með uppgjöf. Þessi bolti aðeins langur en það taka hann samt. Kristíne með fín smass. Og Amelía reynir að lauma, það gengur ekki. Það var Sigrún úr afturlínu en hún steig yfir línuna sem afmarkar fremri og aftari part á vellinum. Þannig að stigið endar Káa megin. Við tökum öll svona stig þar sem við sláum út í uppgjöf en það taka boltan og enda svo á því að gera sóknarvillu.
Það er ekki sama hvaðan stígin koma, bara þau komi. Þá heldur Lucia áfram. Og þessi bolti er aðeins og langur, fer yfir, Auður tekur hann. Arnún spilar svo aftur upp á Luciu. Og þær verðast þessu vel. Sigrún kemur boltanum yfir. Og þá fer þessi bolti á Luciu í afturlínu. Vel lesið hjá Völsungi. Þarna er glæsileg vörn hjá Júlíu. Hún vissi að Kristey ætlaði að fara að hoppa við þennan bolta og koma honum yfir. Og var mætt í blokkina. Gott blokkstig þarna hjá Káa. Staðan eru 9-7. Fínasti sprettur núna hjá Káa, bara að halda þessu áfram. Lucia er búin að vera með fínar uppgjafir. Þetta er fín móttaka. En góð blokk hjá Káa. Sigrún slæði boltan út. Skar hann þarna aðeins og mikið til hliðar. Og það enda þá með því að Völsungur tekur leikhlé í stöðunni 10-7 fyrir Káa. Já, þetta er búið að ganga miklu betur núna þessi síðustu mínútur. Káa búið að skora eða búið að ná hérna 5 stigum í röð. Það var komið blokkstig og villur hjá mótherjanum og smöss. Fín blanda af þessu öllu saman. En það er svo sem nóg eftir þessum leik og ég er klár á því að Völsungur kemur ábyggilega tvíeldur tilbaka úr þessu leiklíi. Nú bara að bíða og sjá hvort að Lucia er að halda áfram þessari rispu hérna í uppgjöf. Þetta er klassík taktík hjá þessum þjálfurum að reyna að slökkva í hérna uppgjöfarunum með því að taka leikli. En sjáum hvað gerist núna. Lucia heldur áfram. Fín bolti og fín móttaka hjá Völsungi. Þá er það Kristíne og hún á gott smass og nær að skora. Og hún fer svo beint í uppgjöf sjálf. Föst uppgjöf hérna hjá Kristíne og Auður slær hérna lausan yfir. Og fín vörn hérna hjá Júlíu og Pála fær hann svo í afturlínunni. Þetta endar með stigi fyrir Káa, vel gert. Þetta var öflugt smass hérna hjá Pálu og Völsungur náði ekki að ráða við það. Fínt að stoppa þetta bara strax. Reynir svo að halda áfram með þessum spretti. Það sem fram var horfið. Auður fer svo beint í uppgjöf. Það var Heidi sem slær og fín vörn þarna hjá Júlíu. Hún fær svo boltan aftur, óvænt kannski, en nær að koma sér yfir og þá er það afturlínu smass en þær stíga aftur yfir sóknarlínuna. Svo lítið klaufalegt þarna hjá Völsungi. Það voru í góðri stöðu á að ná hérna stigi en annað skiptið í þessari hinu þá stíga þær á sóknarlínuna og það heldur Auður áfram. Núna kemur fínt miðjuspil hjá Völsungi og Lucia hérna á afturlínunni. Það er bjargað þessu og þarna tekst Kristey að lauma boltanum yfir. Já, þetta var góð barátta hérna hjá Völsungi en sem endaði með stigi. Staðan orðin 12-9 fyrir Káa. Þá er það Ornella sem er í uppgjöf og Arnún tekur á móti og svo er það Lovísa sem á gott smass og hérna kemur boltinn aðeins nálægt. Þetta er góð vörn þarna hjá Káa og Lovísa nær afturboltanum og þá er það Lucia fyrir ekki sem slæðir hérna á afturlínunni. Þetta var virkilega gott smass og gott spil hérna hjá Káa. Fínt að stoppa þetta strax bara og ná boltanum aftur.
Og þá Amelía komin í uppgjöf og Kristey spilar hérna Heiðdísi og blokk en út hjá Pálu. Þarna var blokkin mætt en aðeins lokur blokkin hérna, þannig að boltinn skaust beint út af. Þá Kristey komin í uppgjöf. Pála með móttökuna og það var Júlía. Hún slær og þessi bolt inni. Já, mjög gott smass hérna hjá Júlíu. Sló hérna boltan þvert yfir völlinn og hann lenti á hliðalínunni og inn. Og það var Júlía komin í uppgjöf. Góð móttaka hérna hjá Völsungi. Það var Amelía sem að kemur boltanum á Pálu. Hún laumar en það bjargaði þessu. Og aftur línu smars hjá Völsungi. Og Amelía aftur á Lúsíu sem slæði fast línu. Og þessi bolti dettur inn hérna aftarlega á vellinum. Gjörsamlega óverjandi fyrir Völsung. Vel gert. Og staðan orðin 15-10 fyrir Káa. Káa búinn að ná hérna ágætis spretti. Júlía heldur áfram. Þá kemur boltinn hérna til Heiðdísar. Hún slær og nær að bjarga þessu aftur og þær halda boltanum inn á. Þetta var virkilega vel gert. Og Pála slær fast. Góð vörn hjá Völsungi. Þessi bolti aðeins og nálægt. Góð blokk hérna hjá Káa. Heiðdís aftur og aftur blokk inni megin. En þær halda þessu inn á og slá og langt og út. Já, gott rally þarna. Bæði lið að standa sig vel. En hérna stíð enda Káa megin. Og Júlía heldur áfram í uppgjöf. Og ágætis móttaka hérna hjá Völsungi, nei. Og bolti fyrir yfir, nei. Og þarna var dæmt í, já, að já, aftur farið hérna sóknarvilla á Völsung og stígandi Káa megin og þá tekur Völsungur annað leikhlé í stöðunni 17-10 fyrir Káa. Aftur Káa búið að taka ágætis rispu hérna, komið með 4 stig í röð. Við kannski nýtum tækifærið í leikhléinu hérna og sínum stigahæstu leikmennina. Hjá Káa Lúsía komið 4 stig, Júlía með 3 og Pála með 2. Og hjá Völsungi Kristíne með 3 stig og Sigrún Anna með 2. Og svo er með 1 stig hérna Pála, Heiðdís og Ornella. En við höldum áfram. Sjáum hvort að þetta leikli hafi haft einhver áhrif á Káa-liðið. Þetta Júlía sé ísköld og haldi þessu bara áfram. Ájá, fínt bolti. Þarna fínt smass hjá Völsungi. Og Lúsía með gott smass og kemur boltanum aftur yfir. Og þarna smá miskilningur hjá Völsungi en það koma boltanum yfir. Júlía bara á gólfinu, auðvitað. Og Lóður skimur honum yfir, þetta var vel gert. Og miðjuspil á Pálu og þessi er inni. Fínt miðjuspil hérna hjá Völsungi. Pála er að standa sig mjög vel, búin að vera sterk í blokkinni og er að skora líka sóknarstig. Þá er Heiðdís mætt í uppgjöfuna. Fín móttaki á Arnrúnu og Pála fær boltan, slæðir hérna fast þvert yfir völlinn. Erfitt að verjast þessu. Slæðir boltan bara beint á Kristey, uppspilarinn hjá Völsungi. Það er gamalt tricks í blækinu að reyna að láta þessa uppspilara spila vörn. Það gengur oft mjög erfiðlega. En Pála gerir þetta mjög vel. Þá kemur Lovísa í uppgjöf.
fínn bolti. Þá var Kristíne með slæðir af blokkinni þarna og út. Já, þessi bolti sýndist mun greinilega að fara þarna af blokkinni og aftur fyrir. En hérna þá er það hún Pála sem er komin í afturlínu og er í uppgjöf. En hérna kemur boltanum hérna yfir og Arnur tekur á móti. Það var það Auður, vel gert hjá Auði, gott smass. Flott tempó þarna á spilinu hjá Amelíu og Auði. Hörku smass. Og Káan er að stoppa þetta strax og Pála fer í uppgjöf. Og þessi bolti er aðeins og Lár skýst þarna af strengnum og tilbaka. Það var ekki verið mörg uppgjöfamistök hjá liðunum. Þannig að það er búið að ganga býsna vel. Hérna kemur skipting síðan hjá Völsungi. Tvöföld skipting, inn á kemur leikmaður númer 9, Tamara Kapósi Petó. Og svo kemur líka hún Inga Björg. Tamara fer beint í uppgjöf og skorar hérna bara Ás. Sinni fyrstu snertingu þarna boltan. Smá misskilningur hérna í KA-mótingin. Fyrsti Ásinn í leiknum, já. Sjáum hvað gerist núna. Nú er það búin að stilla sig saman hérna í móttökunni hjá KA. Arnur gerir hérna vel, tekur móti. Og þá er það Lúcia og Tamara spila svo upp á Kristíne af blokkinni og út. Og þá tekur Matteo leiklega fyrir KA í stöðunni 19-15 fyrir KA. Við vorum að fá þær upplýsingar að streymið á Blí var eitthvað í vandræðum. Við erum að vinna í því en ég held þessi bara miklu skemmtilegra að fylgjast með þessu á KA TV. Hér eru upplýsingar, tölfræði, frábær lýsandi, segi sjálfur frá. En Tamara heldur áfram. Ágætis móttaka þarna hjá Pálu og Lúcia og góð vörn þarna hjá Völsung. Þetta er skrítið uppspil en boltinn kemst þarna yfir. Amelía aftur á Lúciu, heldur áfram. Og þá var það Kristíne og þessi er inni. Náða að skera boltinn þarna fram hjá blokkinni og beint á endalínuna. Já, ágætis skorpa hérna hjá Völsungi. Þessi skipting sem þið gerðu áðan virðist hafa virkað bara býsna vel. Tamara er hérna ennþá í uppgjöf. Pála tekur á móti og fær boltan aftur í afturlínunni og það bjargaði þessu vel og koma boltanum yfir og Pála heldur áfram og svo er það Lúcia á blokkinni og þetta er blokkstig sýnist mér hjá henni Ornelu. Já, gengur svolítið erfiðlega núna fyrir KA. Blokkin hjá Völsungi er sterk og svo eru það bara líka mjög öflugar að verjast þarna á gólfinu. Tamara heldur áfram. Hún tekur á móti og Pála aftur þarna afturlínni, laumar en þetta var vel gert þarna hjá Pálu. Hún fann þarna svæði á gólfinu þar sem að enginn var og hún Sigrún Marta var þarna aðeins og sinn í boltan. Fínt stig hérna hjá KA, gott að stoppa þetta strax. Það voru konar í með góða rispið þarna. Þá var það Lúcia sem að
gefur upp. Og þetta var glæsilega gert, erfiður bolti og hún Heiðdís Edda náði ekki að taka móti, þannig að þetta var ás fyrir Lúsíu. Hún búin að standa sig mjög vel. Komið með 5 stig núna í kvöld. Búin að vera mjög örugg í þessum uppgjöfum. Hún heldur því bara áfram, þetta var virkilega góð uppgjöf. Og þær koma boltanum hérna yfir. Og svo er það Júlía sem að slær, já, virkilega vel gert. Tróð boltanum hérna gegnum blokkina og á gólfið Ölfursmegin. Já, þetta er búið að ganga býsna vel þegar Lúsía er með boltan í uppgjöf og hún heldur því bara áfram. Og þarna kemur Kristíne, en núna er það Júlía, sýnist mér, sem að nær að blokka. Glæsileg blokk þarna hjá Júlíu. Hún allavega fagnaði hæst á þeim öllum, þannig að við verðum vel að gefa henni stíð. Þetta var mjög vel gert. Staðan orðin 23-17 fyrir KA. Nú þurfum við bara að sigla þessari hreinu heim. Lúsía heldur áfram, fín uppgjöf þarna. Tamara spilar upp. Inga Björg slær þarna, fínt smass. Vel gert hjá Völsungi. Ná að snúa þess aðeins yfir. Og þá gerir KA breytingu. Inn á kemur leikmaður númer 9. Það er hún Sóldís Júlía. Og þá er Kristíne áfram fyrir uppgjöf, segi ég. Og Arnum tekur á móti, erfið móttaka þarna og Pála kemur þessi yfir. Fín vörn hjá Völsung. Og miðjuðismass, en það er út hjá Ornelu. Aðeins of mikið þarna til hliðar með boltan. Og þá gerir KA aðra breytingu. Annika kemur inn á. Og hún Auður fer út af. Og þá fer Annika beint í uppgjöf. Og í stöðunni 24-18 fyrir KA. Sjáum hvað Annika gerir hérna. Þekkt fyrir sínar erfið uppgjöfur, þessi var virkilega góð. Þá er það Heiðdís sem að nær að tróða boltanum hann í gegnum blokkina. Og heldur smá lífi í Völsungi. Þá var það Ornela sem að fer í uppgjöf fyrir Völsung. Staðan 24-19. Léttur bolti hérna yfir. Amelía kemur boltanum á Lovísu. Og fær svo boltan aftur og laumar, já, auðvitað. Skorar hérna fínt lokastig fyrir KA og KA tekur fyrstur hinuna 25-19. Já, þetta var svo sem ekkert auðvelt, en það er svo sem bjóst engin við því að þetta er auðveldur leikur, því að Völsungur hefur engan áhuga á því að mæta hingað í KA heimili og tapa. En hérna sjáum við hvernig stíginn þróuðust, eða hvernig hrína þróaðist. Það var hérna jafnræði með liðunum í byrjun, en KA náði síðan að slíta sig aðeins frá og svo kom Völsungur aftur tilbaka, en náðu þessum aldrei að komast nær heldur en 3 stig og þá sleit KA sig aftur frá og kláraði þetta með 6 stiga mun. Svo hérna sjáum við að það er Júlía sem er stigahæst fyrir KA. Hún er með 5 stig. Já, fyrir ekki, og Lúsía er með jafnmörg stig og hún líka 5 stig. Pála skoraði 4 stig og Amelí og Auður með 1 stig hvor. Og hjá Völsungi að þá var Kristíne stigahæst með 6 stig, Pála með 2 stig, Sigrún Anna með 2, Heiðrún Edda með 2, Ornela 2 og svo eru það með 1 stig Kristey, Tamara og Inga Björg.
og svo hérna smá tölfræði fyrir fyrstur hreinuna. Þetta skiptist þannig að það var nú nokkuð jafnt þarna með að nema mér fannst nú að blokkirna vera fleiri hjá Völsungi allavega í byrjun hreinunar, svo náði KA sér aðeins í gang aftur en KA fær 9 stig frá mistökum mótherja en Völsungur fær bara 2 stig sem er virkilega vel gert á KA og liðin klúruðu bara einni uppgjöf í þessari hreinu sem hlýtur að teljast líka að vera bara mjög gott. En við gerum okkur bara klár fyrir næstu hreinu. Ég reikna nú ekki með því að það verði einar sérstakar breytingar á liðunum. Að þeir byrji bara eins og þeir byrjuðu fyrstu hreinuna. Dómararnir eru aðeins að fara hérna yfir liðin sem að byrja þessa hreinu. Gangur skuggum að allt sé í góða lagi. Já, mér sýnist að liðin séu bara einskipuð og voru í byrjun leiks. Og það er þá Kristey sem að byrjar í uppgjöf fyrir Völsung. Það er allt klárt til þess að byrja. Kemur uppgjöfum frá Kristey, Arnrún tekur þetta á móti og Amelía gefur boltanum á Júlíu og hún sendir hann beint í blokkina og niður. Uppspilið var hann svolítið nálægt en Júlía listi vel úr þessu. Fyrsta stíð endar þá KA megin og Amelía fer þá uppgjöf. Hvítbolti og þá er það Eydís sem kemur boltanum yfir og Amelía kemur boltanum á Lovísu. Hún reynir að smella honum hérna í blokkina en aðeins svo neðarlega. Þannig að stíð endar Völsungs megin. Þá er það Eydís sem að fer í uppgjöf hérna og hún skorar ás. Þetta var strembin uppgjöf, meira segja fyrir Júlíu sem er nú þekkt fyrir að vera með mjög góða móttöku. Rekna ekki með því að hún klúðri aftur móttöku í kvöld. Sjá hvað gerist núna. Arnrún tekur á móti og Amelía kemur með háan bolta á Pálu. Fín vörn hjá Völsung og Pála laumar og Pála nær ekki að berga þessu. Stundum er nóg bara að finna pláss inn á vellinum þar sem að enginn er. Þarf ekki alltaf að vera fast. En það er alltaf flottara þegar það er fast. Eydís heldur áfram uppgjöf en þarna fór boltinn aðeins og neðarlega. Og KA fær stigið og þá er Júlía komin í uppgjöf. Já, fín móttaka hjá Völsungi og Kristína íti boltanum yfir. Amelía nær ekki að berga þessu. Boltinn slapp hann í gegnum blokkina. Já, þetta er sterk byrjun hann hjá Völsungi. Pála gefur upp. Lúcia tekur á móti, vel gert. Og þarna er aftur Lovísa, þær ná að berga þessu. Kristína kemur með háan bolta hérna yfir
og Lúcia slær í blokkina. Amelía tekur á móti. Arnrún kemur svo boltanum á Pálu og þetta var vel gert þarna hjá Pálu. Þetta einn af hennar sérgreinum að slá boltan ofan á strenginn hérna hægri megin á vellinum og láta hann rúlla einhvern veginn inn á völlin hjá andstæðingunum og skora stig. Vel gert til Pálu og Lovísa fer þá í uppgjöf. Fín móttaka hérna hjá Völsungi. Þá það glæsileg blokk hérna hjá Auði. Gott blokkstig hjá Auði. Þetta gerir hann virkilega vel. Mjög sterkur leikur hjá þessum miðjum að ná blokkstig. Og Lovísa heldur áfram í uppgjöf. Þá það Kristína aftur á blokkinni, vel gert. Hún rinnir aftur og Pála kemur hún yfir. Og þriðja tilraun að þá nær Lovísa ekki alveg að verða þessum bolta. Þarna var spurning hvort það hefði verið hægt að gera betur. En þetta endaði svona. Þá Sigrún Anna komin í uppgjöf í stöðunni 5-4 fyrir Völsung. Arnrún tekur á móti, vel gert. Pála slær og aftur svona þvert yfir völlin. Gott stig hjá Pálu. Mjög vel gert hjá henni. Hún fer svo bara beint í uppgjöf. Og góð uppgjöf hjá Pálu. Kristína slær þarna fast, en þessi allt of langur. Ætlaði svo að smella þessum í gólfið, en þetta var aðeins svo mikið af í góða. Og Pála heldur áfram í uppgjöfinni. Fínir boltar. Þarna kemur svo Kristína aftur og góð blokk hjá Káa. Það ná að redda þessu, bolti fer yfir. Amelía tekur á móti og Auður spilar boltanum aðeins að langt yfir, en góð blokk hjá Lúciu. Þá það Amelía sem að kemur boltanum yfir og skorar stig. Vel gert þarna hjá Amelíu. Hún þurfti að vera fljót að hugsa þarna. Hún gerði það eina rétt í stöðunni. Að koma boltanum bara yfir og láta Völsung hafa fyrir það að eldan. Fín skorpa núna hjá Káa. Pála heldur áfram uppgjöf. Og þá það miðjuspil og Ornella kemur boltanum yfir, en núna það Lúcia. Og svo aftur inn í spil Heiðdís þarna með boltan og aftur. Fín vörn hjá Káa og þá Lúcia á blokkinni, bjargar þessu aftur. Og þá það Pála. Fínt smass þarna, boltinn kemur yfir, Lúcia bjargar og Júlía líka, en Káan ekki að ná þessum bolta, þannig að stigið endar Völsungs megin. Góð barátta þarna í báðum liðum, en stigið endaði Völsungs megin. Þá var Kristína komin í uppgjör þarna hjá Völsung. Þetta erfiður bolti, en Pála nær ekki alveg að taka á móti og Júlía nær ekki berga þessu, þannig að þetta ás hjá Kristínu. Langar uppgjafir hjá henni, hún stendur hérna langt fyrir aftan völlin, en sjáum hvað gerist núna. Þessi sveif aðeins of mikið og endaði á því að vera aðeins of langur og Káa fær stigið. Þá það Lúcia sem að fer í uppgjöf fyrir Káa. Þessi bolti aðeins of langur líka.
og endar út af. Það algjör synd því að Káa náði góðri skorpu á hann þegar Lucia var í uppgjöf. Þá gerir Káa skiptingu og hún Sóldís Júlía kemur inn á í staðinn fyrir Luciu. Ornella gefur sér upp fyrir Völsung. Artist tekur á móti og kemur á boltanum á Júlíu og það bjargað þessu og halda áfram, en þessi bolti á að hafa farið hérna í antennuna eða í svæðið sem er utan við antennuna. Ég skal ekki segja, ég sá þetta kannski ekki alveg nægilega vel, en mér fannst eins og boltinn hefði nú bara farið í netið, en það er ekki ég sem dæmi hérna í kvöld. Það aðrir sem sjá það. Ornella heldur áfram í uppgjöf. Júlía tekur á móti og þá það Amelía sem hann laumar. Þetta var vel gert hjá Amelíu. Það drjúgt þegar uppspiljararnir eru líka að taka aðeins þátt í að safna þessum stigum, ógna og skora líka. Auður fer þá í uppgjöf og hér það Pála sem slær. Já, hún búin að standa sig vel í kvöld, hún Pála, bæði í vörn og sókn, komið með 4 stig. Náði hérna að slá af blokkinni hjá Júlíu og út. Þá Kristey komin í uppgjöf. Pála tekur vel á móti og þá það Lovísa og fín vörn þarna hjá Völsung. Sigurður hann kemur þessi yfir, Amelía tekur á móti, þá það Sóldís sem kemur boltanum á Pálu. Kristey á Heiðdísi á blokkinni og Kristey aftur á Pálu, en þá það Júlía sem kemur boltanum yfir og Kristey á Heiðdísi og góð blokk hjá Júlíu, en boltinn fer af Júlíu og út af. Þarna vantaði bara millimetra á að boltinn hefði farið af Júlíu og inn óöpinn þarna. En Völsungur leiðir 11-9 og Kristey heldur áfram í uppgjöf. Og þarna það Pála úr afturlínunni sem slær aðeins og bratt og í netið. Og þá tekur Matteo leikhlé í stöðunni 12-9 fyrir Völsung. Nokkur mistök sem Káa að gera sem enda með stigi á Völsungi. En það var að gera bara hætta því og fara að skora stig sjálf. En svona stigaskorið í hrinunni hingað til. Nei, í leiknum hingað til. Pála með 60 og Júlía með 60 og Lucia með 5. Og hjá Völsungi Kristíne með 9 stig. Pála kom með 4 og Sigrún og Heiðdís með 3 stig. Já, nú þarf aðeins að fara að stilla sig betur saman, fækka mistökunum, róa sig aðeins niður. Það sýnist Matteo hafa náð að gera akkúrat það. En Kristey heldur áfram í uppgjöf, hún búin að vera með öflugar uppgefur, sjáum hvað gerist núna. Já, Artist tekur á móti, vel gert. Og Júlía slær hérna fram hjá blokkinni og í gólfið. Þetta var virkilega vel gert. Góður kross hérna hjá Júlíu. Algjörlega óverðandi fyrir Völsung. Og þá Amelía komin í uppgjöf. Og þarna eiga þar í smá vandræðum, en koma boltanum yfir. Arnrún reddar þessu og Júlía fær boltan og fín vörn hjá Völsung. Og núna það Auðey Lovísa sem neglir þessum bolta þarna aftarlega á völlinn. Þetta var glæsilega gert þarna hjá Lovísu. Kom þarna inn á hárréttu tempói og smerti boltanum þarna aftarlega á völlinn algjörlega.
óstöðandi fyrir Völsung. Og Amelía heldur áfram. Já, vel gert og þetta ás. Amelía með góða uppgjöf þarna sem endar beint í gólfinu hjá Völsungi. Komið 3 góð stig í röð núna hjá KA. Staðan orðið 12-12. Amelía heldur áfram. Fín móttaka hérna hjá Völsungi og þá verður Sigrún Anna laumar fram hjá blokkinni. Þarna var enginn til þess að taka á móti þessum bolta. Held að þetta hefði verið bara vel gert þarna hjá Sigrúnu. Hún laumaði boltanum á hárréttan stað. Og þá verður Heiðdís Edda sem að fer í uppgjöf fyrir Völsung. Og Júlía tekur á móti og aftur Lovísa þarna. Sóldís gefur boltanum áfram og nú er það Pála sem slær af blokkinni. Það bjargað þessu. Kristíne og vörðan hjá Pálu og þá er það Júlía og vel gert. Hún laumaði þarna mjög vel yfir blokkina og skoraði gott stig. Það nefnilega vandamálið við að Júlíu, maður veit aldrei hvenær hún laumar og hvenær hún slær fast. En KA gerir aftur breytingu, Sóldís fer aftur út af og Lúcia kemur inn á í framlínuna. Og þá verður það Júlía sem að gefur upp. Og Sigrún með ágætis mass þarna. Amelía á Lúciu. Slær það góðan kross fram hjá blokkinni. Þetta nánast bara endurtekning á stíginu hjá Júlíu áðan. Þetta heldur bara mjög fín leið til að skora stig á móti þessari blokki á Völsungi. Og Júlía heldur áfram í uppgjöf. Já, ágætis móttaka og Pála en góð blokk hjá KA. Kristíne slær síðan og þessi út. Aðeins og langur hérna hjá Kristíne. Og þá tekur Völsungur leikhlé í stöðunni 15-13 fyrir KA. Góð rispa núna hjá KA og hún búin að snúa þessu aftur sér í vil. En þetta er hörkurimma, það þarf að hafa fyrir hver einasta stíi hérna. Þá höldum við áfram eftir leiklið. Það Júlía sem heldur áfram að gefa upp. Allt klárt og leikurinn getur að hafist á nýju. Og Júlía með fína uppgjöf hérna. Góð móttaka og góð blokk hérna hjá Lovísu. Svo er það Kristíne sem að lauma. Nú eru það tilbúnar og Júlía kemur boltanum upp á Pálu. Og það ná að bjarga þessu upp og Kristíne. Góð vörn hjá Arnrúnu. Og Pála laumar og já, vel gert hjá Pálu þarna. Hún Kristína þorði ekki að láta bolta fara þannig að hún laumaði hendin í hann og þá endaði þetta með stigi fyrir KA. Þetta vel gert, KA liðið að blanda þessum laumum saman við föst smöss þannig að mótorinn getur ekki auðvitað að segja hvað gerist. Júlía með aðra uppgjöf. Kristey spilar hérna upp á Sigrúnu og KA fær stíð og það er þetta físlag þarna á Kristey. Þetta var nú svona, hvað var að segja? Jújú, sennilega réttur dómur. Þetta líka, ég þó að þetta væri rangur dómur að það verða dómurinn sem dæmi. Og heldur Júlía áfram. Og Kristey kemur boltanum á Kristíne og hún slær í
neti sýnist mér eða í blokk. Boltinn fór hérna bara í hausinn á Pálu. En þá gerir Völsungur aftur sömu skiptingu og það gerðu hérna í fyrstu hrinunni. Og já, K.A. er komið með 6 góð stig í röð, virkilega vel gert. En þá eru það hérna, það er Inga Björg sem að koma inn á og Tamara. Og Júlía heldur áfram, þreytist ekkert á þessum uppgjöfum. Þannig, vel gert, fín móttaka hjá Völsungi. Tamara kemur boltanum á Pálu. Þetta gekk bara býsna vel hérna hjá Völsungi. Gott miðjuspil. Nú var spurning hvort það sama gerist og í þessari hrinu gerist þér í fyrir hrinunni að Völsungur náði ágætis spretti eftir að þau gerðu þessu skiptingu. Hérna er erfið móttaka og K.A. nær að bjarga þessu yfir. Og þá var það Kristíne, slær af strengnum hérna og Pála laumar en aðeins og stutt nei. Þessi bolti heldur áfram og þarna bjargar Völsungur aftur. Það koma boltanum yfir Júlía á Amelíu og fínt miðjuspil á Lovísu og þetta var vel gert. Vel gert þarna hjá Lovísu. Þarna vildi Völsungur fá sóknarbrot á, eða sóknarvillu eða hvað það nú kallast hjá K.A. Fekk það ekki, þannig að stíga með K.A. Þá gerir K.A. skiptingu, Lovísa fer út af og Annika kemur inn á og fer beinustu leið í uppgjöf. Sem að hún er mjög skæð. Oft með mjög erfiðar uppgjafir. Við sjá hvað hann gerir núna. Fít bolti þarna og þar eiga í smá erfiðleikum með þessa móttöku. Gott mass á Kristíne og þarna bjargar Amelía boltanum en þetta enda með stigi fyrir Völsung. Og K.A. gerir aftur strax skiptingu tilbaka. Lovísa kemur inn á og fer aftur út af fyrir Arnrúnum. Og það er Tamara sem fer í uppgjöf. Þá getur leikurinn hafst aftur. Og þarna er fínn bolti frá Amelíu á Pálu en hún slær þarna aðeins of langt til hægri og missir boltan út. En þetta var ágætis sóknartækifæri hjá K.A. Nýttu það ekki alveg nægilega vel og Tamara heldur áfram. Arnrún tekur á móti og þá er Amelía á Pálu og þarna gerir hún það sem hún gerir svo vel. Sker boltan þarna inn á völlinn og skora gott stig fyrir K.A. Staðan orðin 20-16 fyrir K.A. Þetta var virkilega mikilvægt stig. Pála gefur upp og fín móttaka hjá Völsungi. Það var Kristíne sem að slær þarna vinstri megin á vellinum, hægri megin og svo er það Lúcia. Það er reyna að koma þessu bolta yfir já en Amelía gefur með háan bolta á Pálu. Og Inga Björg slær. Þarna náði Júlía ekki alveg nægilega góðri vörn. Og Inga Björg skorar þarna stig fyrir Völsung. Ná að stoppa K.A. þarna strax. Og Kristíne fer svo í uppgjöf. Arnrún tekur á móti. Þá er það Lúcia og Auður bergar þessu. Og aftur Lúcia, fastu bolti og góð vörn hjá Völsung.
og Heiðdís slær. Júlía bergar þessu vel og svo Lúcia. Þetta heldur áfram. Inga Björg slær, góð blokk hérna hjá Káa. Og þessi bolti svolítið langur en jú, þetta endaði með stigi fyrir Káa. Heiðdís náði þessi bolti ekki alveg. Góð baráttu þarna í Káa-liðinu. Og það ná að redda þessu. Og þá tekur Völsungur leikhlé, gerir ég ráð fyrir, þegar staðan er orðin 21-17. Ekki svo mikið eftir á þessari hinu en það geti verið erfitt að sigla þessu í land. Hérna er svo stigaskorið það sem af þessum leik. Pála með 8 stig, Júlía með 8, Lúcia með 6, Amelía með 4, Lovísa með 2 og hjá Völsungi er að Kristínu með 10, Pála 5, Sigrún Anna 4, Heiðdís Edda 3 og Ornela með 2 stig. Þá er þessu leikhlé lokið og Lúcia er klár í uppgjöf. Nú þurfum við bara að halda þessari uppgjöf, skora nokkuð góð stig núna. Já, fínn bolti hérna hjá Lúciu og Tamara spilar upp og góð blokk hjá Káa. Kristínu úr afturlínunni og þessi bolti er inni. Já. Þarna hefði mögulega verið hægt að gera eitthvað aðeins betur en þetta endaði með stigi hjá Völsungi. Og Ornela fer í uppgjöf. Fín móttaka hérna hjá Júlíu, svo færir boltan aftur og slær fast og Ornela nær þessum bolta ekki. Ég skil hana bara mjög vel, ég veit ekki hver hefði getað náð þessum bolta þarna. Þetta var frábært smass hjá Júlíu. Þá gerir Káa skiptingu og það er hún Heiðrún sem kemur inn á og þá er ekki gott að segja að minnstu kosti því ég lítið að spyrja mig hver það er sem áttar að spila upp fyrir Káa en það verður áhugavert að sjá hver það er. Stundum þarf bara engan uppspilari, ég það ekki. Auður með góða uppgjöf þarna og Tamara fínt smass þarna á miðjunni hjá Pálu. Við erum búin að gera þetta í allt kvöld. Jú, þarna sjáum við það var verið að hækka blokkinu þarna aðeins hjá Káa og Amelía kemur núna aftur inn á. Því nú lítið að spila blak án sem verður með uppspilara. Og þá er það Inga Björg sem að fer í uppgjöf fyrir Völsung. Og þarna er smá vandræðagangur á móttökunni en Júlía slær þarna blokkinni. Tamara næður þessum bolta, Heiðdís kemur honum þarna yfir og núna er það Lúcia og þetta var virkilega vel gert hjá Lúciu. Sló þarna úr afturlínu og nær 23. stiginu fyrir Káa. Þetta var virkilega vel gert þarna hjá Káa. Lúcia frábær spilari, virkilega gott að vera búin að fá hana í Káa. Það var Amelía í uppgjöf og hún er með sterka uppgjöf þarna sem að Völsungur ræður ekki alveg við, kemur auðveldi bolti yfir og þá er Amelía á Pálu og línusmass en þær bjarga þessu og koma boltanum yfir en þarna er það Lovísa sem er að lauma. Kristína af afturlínunni, frábær vörn þarna hjá Arnrúnu og svo er það Júlía á blokkinni en þetta slær í neti. Þessi bolti var kannski aðeins of lár, veit það ekki en stigið enda Káa megin. Þetta var mikilvægt stig hérna hjá Káa, komast í 24 stig.
og Amelía heldur áfram uppgjöf. Fín uppgjöf hérna hjá Amelíu og aftur það Kristíne úr afturlínunni og Pála sker boltan hérna inn á völlin og gerir þetta glæsilega, nær hérna 25. stiginu fyrir Káa og þá nær Káa að vinna þessa hrinu númer 2, kemur sér í stöðuna 2-0 í þessum leik. Við kannski fáum hérna einhverjar hressandi tölfræði upplýsingar. Hérna sjáum við hvernig stigin þróuðust hérna í þessari hrinu. Ágætis byrjun hérna hjá Völsungi og síðan var þetta svolítið slagur hérna fram að 15. stiginu, 13. stiginu nokkurn veginn. Þá náði Káa að stinga af, náði góðri rispu þar og leit aldrei tilbaka. Þetta var flott hrina hérna hjá Káa en ég held að verði svolítið áhugavert að sjá ef við getum fengið einhverjar frekari upplýsingar. Hérna sjáum við til dæmis hvernig stigaskorið hefur dreifst núna í leiknum og á milli hrina. Pála og Júlía eru báð með 9 stig og skiptist á að skora 4 og 5 stig í báðum hrinunum. Lúcia komið með 7 stig, Amelía með 4 og Lovísa 2 og Auður 2. Gaman að sjá uppspilara þarna með 4 stig og svo fyrir Völsung og þá er Kristíne komið með 11 stig og Pála 6, Sigrún Anna með 4, Heiðdís 3, Ornella 2 og Tamara Kristey og Inga Björg með 1 stig. Já, þetta búið að vera skemmtilegu leikur, mikið góðar varnir og löng rally eins og er aðalsmerki þessa kvennaflags, langar mig að segja. Það er sér leikir eiga það til að verða langir og löng rally og mikil barátta. En það er þá allt saman að verða klárt hérna fyrir þriðju hrinuna. Og mér sýnist að Völsungur ætla að gera eina breytingu á byrjunarliðinu sínu. Hún Inga Björg er hérna inn á. En Káa heldur sér við sitt byrjunarlið. Og það er Káa sem að byrja með boltan í þessari hrinu. Amelía byrjar í uppgjöf, heldur áfram þá sem frá var horfið úr síðustu hrinu. Það var allt klárt og Amelía byrjar þessa þriðju hrinu. Fín móttaka hjá Völsung og nei, þessi bolti var aðeins of lágur. Já, það er hún Tamara sem er reyndar að spila upp núna fyrir Völsung og ekki Kristey sem var byrjað inn á í leiknum. Það er svona aðeins að deila þessi uppspilarar hlutverki. Fín stig hjá Káa. Ágætt að byrja hérna bara á einu góðu stigi. Hérna er ágætis móttaka hjá Völsungi og Heiðdís slær í blokkina og þá er það Inga Björg sem slær og Amelía kemur boltanum á Pálu af blokkinni og Inga nær boltanum ekki. Vel gert hjá Pálu, hún er búin að vera virkilega góð í kvöld. Hún er náttúrulega einn af allra mikilvægastu leikmönnum Káa.
það hefur ekkert breyst. En Amelía heldur áfram. Og ágætis móttaka þarna í Völsungi og Pála, en góð vörn þarna hjá Arnrúnu. Lovísa, nei, fyrir ekki Júlía slær, kross, gerir þetta mjög vel. Þar eru að ná að slá hana fram hjá blokkinni, en í byrjun leiksins þá voru það svolítið að slá í blokkina. Vel gert af Júlíu. Og góð uppgjöf hérna hjá Amelíu, en það ná að berga sig. Kristína slær hérna afturlínu og Lúsið kemur boltanum á Amelíu og svo kemur auðvöldur bolti yfir. Tamara og Eydís slær, en þessi bolti endar Völsungsmegin á gólfinu. Stig til Káa. Góð blokk hérna hjá Káa. Og Völsungur tekur leikhlé strax. Staðan er 4-0 fyrir Káa. Virkilega góð og sterk byrjun hjá Káa núna í þessari hreinu. Þá allir reiðu og við getum byrjað leikinn aftur. Engar breytingar svo sem gerðar á liðunum, en Amelía heldur áfram í uppgjöf. Sjáum hvað hann gerir núna eftir þetta leikhlé. Fínn bolti og Tamara reynir að lauma, gengur ekki. Amelía tekur boltan og Arnrún kemur á Pálu sem slær fast þarna og þær koma boltanum yfir. Lúsía á Amelíu og Pála. Svo það Kristína úr afturlínunni og Amelía verst vel og þarna það hún Amelía sem verst þarna. Þarna lentu það saman Pála og Júlía. Við sýnist það sé nú allt í lagi með þær. Þá leit ekkert óskaplega vel út þarna hjá þeim, en hérna þetta fór sér betur fyrir bara vel. Það það Tamara sem fer í uppgjöf og Arnrún tekur á móti aðeins of sterk móttaka þarna hjá henni og þessi bolti líka ekki nægilega góður. Inga kemur nú yfir og þarna Lovísa sem slær í blokkina. Aftur það Pála sem nær hann að góðu blokkstigi. Hún var alveg búin að lesa þetta, en lítið við þess að gera annað en að halda bara áfram. Slá bara fastar næst. Það Tamara og Arnrún og þarna kemur Lúsía og tekur boltan og kemur hann á Pálu og Tamara kemur svo boltanum á Heiðdísi og Amelía bergar þessu og Arnrún og Júlíu sem slær í blokkina. Ég held að það sé bara aftur Pála nær blokkstigið hérna. Þetta eins og bara fyrsta hrinnan byrjaði minni mig að þá var hún Pála með 2 góð blokkstig. Tamara enn í uppgjöf og Arnrún tekur á móti og þarna Amelía sem kemur á Pálu sem slær þarna djúpt inn á völlinn. Mjög vel gert þarna. Vel leist hjá Pálu. Þetta kemur með reynslunni. Og þá það Júlía sem fer í uppgjöf fyrir Káa og hún Inga Björg sem slær hérna milli leikmanna Káa í blokkinni. Hún búin að eiga hérna alveg góð smöss, hún Inga, í þessum leik. Þá það Heiðdís sem gefur upp fyrir Völsung. Arnrún og
Lucia slær aðeins of langt. Þarna var það sem við erum búin að sjá mikið af þessum leik, að K.A. er að slá kross þarna úr 4 til að sleppa fram hjá blokkinni hjá Völsungi, en þarna var þetta bara aðeins of langt og Heiðdís heldur áfram. Arnrún þarna í smá erfiðleikum við móttökuna og Amelía kemur boltanum yfir og þá er það Völsungur, Pála og fín vörn þarna hjá K.A. af blokkinni hjá Pálu. Amelía spilar hérna flott á Lovísu, Pála kemur honum yfir og þá er það Kristíne á glæsileg blokk hérna hjá Pálu. Mjög góð blokk. Þessi blokkstig vega svo þungt. Það er ekki bara það að sá sem að blokkar tvíeflist við þetta, heldur dregur þetta kjarkinn úr þeim sem er að smassa. Hugsa sér tvisvar áður en að smassa næst. Þá er það Lovísa sem að fer í uppgjöf fyrir K.A. Og Inga slær hérna hægra megin á vellinum en fer beint í netið. Já. Við segjum ekki nei við svona stigum. Staðan orðin 7-5 fyrir K.A. Þá er það Kristíne sem slær af strengnum þarna fram hjá blokkinni. Þessi boltar eru alltaf erfiðir að verjast. Boltinn skoppast oft undarlega þarna af strengnum og Lovísa náði ekki bergað þessu. Og Pála fer þá í uppgjöf fyrir Völsung. Arnrún tekur á móti. Amelía kemur boltanum á Júlíu. Virkilega gott smass en fín vörn hjá Völsungi. Og Amelía á Pálu og þá er það Inga fyrir Völsung. Arnrún verst þarna vel og Amelía kemur boltanum upp á Pálu. Og þá er það Inga aftur fyrir Völsung. Amelía verst og Júlía spila boltanum á Pálu. Þessi var erfiður en það reddaði þessu vel. Og þá er það Ornella sem að slær. Boltinn endar þarna á hliðarlínunni og Völsungur fær stigið. Það var svona, K.A. náði ekki að hlaða í neina alvöru sókn þarna. Voru alltaf að redda boltanum bara aftur yfir. Pála gefur upp fyrir Völsung. Amelía aftur á Pálu og fín vörn hjá Völsung þarna. Góð blokk svo hjá Ornellu. Amelía spilar á Pálu og hún laumar og það náði ekki að koma boltanum yfir. Vel gert hjá Pálu. Ýtti boltanum bara þarna í blokkina. Matthías kemur þarna fyrir mannum til sinna leikmanna. Þá er það Pála sem gefur upp fyrir K.A. Og nú er búið að flauta og það er vitlaus sendiröð hjá Völsung. Já, dómarinn útskýrir þetta fyrir leikmanni Völsungs. Já, þetta, jújú, verðist vera komið á hreint. Þarna hefur Tamara kannski farið aðeins á fljótastað. Og Pála gefur upp fyrir K.A. Og fín móttaka. Og þarna er það Kristíne sem að slær of lágt. Þetta eru 4 síðust mér alveg örugglega. Já, boltinn fór aldrei þarna í leikmann K.A. í blokkinni. Heldur bara af netinu og aftur tilbaka. Völsungur svona aðeins að gefa K.A. stigi núna. Við þykjum það svo sem alveg en skulum líka reyna að skora þessi stig sjálf bara. Pála gefur upp. Og þarna er glæsilegur ás hjá Pálu. Það er átt ekki roð í þessa uppgjöf hjá Pálu. Fyrsti ásinn hennar í kvöld. Sjáum hvað hann gerir hérna núna.
Já, fínn bolti af strengnum og það er bjarga þessu. Kristíne slær og fín vörn þannig á Arnrúnu. Þá er það Lucia sem slær hann yfir og Ornella, nei, vel gert hjá Auði þarna. Og Inga kemur með boltan yfir, Arnrún slær, Amelia kemur með boltanum á Pálu og virkilega gott smars þarna hjá Pálu. Sló þarna aftarlega á völlin. Pála spila virkilega vel núna. Góðum með 15 stig. Og þá tekur Völsungur leikhlé. Þegar staðan er 14-7 fyrir KA og komið 5 stig núna í röð sem að enda KA megin. Skulum sjá hérna yfirleitt yfir stig sem að hafa verið skorað úr smörsum í leiknum. Pála með 10 og Júlía með 7, Lucia með 6 og hjá Völsungi er það Kristíne með 10 úr smössum og svo Pála með 4 og Sigrún Anna með 3. Virkilega góð nýting hann hjá bæði Pálu og Kristínu, 43 og 38%. Það hljótið þeirra bara nokkuð gott. En við höldum áfram og það er Pála sem heldur áfram að gefa upp. Fín móttaka hjá Völsungi og núna er það Kristíne sem slær, Arnrún verst mjög vel og nú er það Lucia sem slær af blokkinni og Ornella kemur honum upp og Inga slær en Pála nær ekki alveg að taka almennilega vörn þarna. Það sýnist á viðbrögðum hennar að henni finnist eins og hún átti að gera aðeins betur hérna en það er alltaf næst bara. Þá gerir Völsungur skiptingu. Kristey kemur inn á og fer þá beint í að spila upp og fer í uppgjöf og svo er það hún Sigrún Anna sem kemur líka inn á. Staðan 12-8 fyrir KA og Kristey kemur inn á og fer að gefa upp. Stuttu bolti, Auður gerir vel hann tekur á móti og Pála úr afturlínunni heldur áfram að slá. Fín vörn hjá Völsungi og Kristíne ýtir honum langt en engin snerting á vörninni þarna af blokkinni segi ég. Það var að reyna held ég að setja boltan bara þarna í hendurnar á KA leikmönnunum en það tókst ekki í þetta skipti. Og þá er Lucia komin í uppgjöf. Fýtt bolti og þetta er ás. Mjög vel gert þarna hjá Luciu. Hún er búin að vera mjög drjúg. Annar ásinn hennar núna í kvöld. Virkilega góð uppgjöf þarna. Ágætis móttaka hérna í Völsungi og það er Kristíne sem slær, Amelia tekur hérna vörnina og Pála slær en núna er það Sigrún. Amelia þarf að spretta aftur til þess að ná þessum bolta og Júlía kemur með hann yfir. Þá er það Kristíne sem slær lausan bolta, hann fer af blokkinni og í gólfið hjá KA. Já, þetta var erfiður, þetta var vel gert hjá Kristíne þarna. Þá gerir KA skiptingu, Sóldís kemur inn á fyrir Luciu. Tekur hérna afturlínuna eins og gerði held ég líka í hreinu 2 og 1. Kristíne með hérna erfiða uppgjöfi, hún er bara sem betur fyrir aðeins og löng. Það var mjög erfitt svið á þessum bolta. Júlía var ekki alveg viss hvað hún ætti að gera en sem betur fyrir það lötum bara bolta að fara. Og þá kemur Annika inn á fyrir Auði. Annika
Þetta er fína uppgjöf þarna í hreinu 2. Við sjá hvað hann gerir núna. Þetta er aðeins of neðarlega. Ég ætla að segja að þetta verið mjög góð uppgjöf. Hún hefði verið mjög góð ef hann hefði verið aðeins ofar. Það hefði þetta verið fullkomið. En hún fer aftur á bekkinn og Arnrún skiptir inn á fyrir Auði. Og þá var það Ornella sem að gefa upp fyrir Völsung. Staðan úr 15-10 fyrir Káa. Kára tekur þarna á móti og Júlía slær djúpt. Fín vörðanda hjá Kristey. Og Heiðdís kemur boltanum bara yfir. Og þá er það Lovísa sem að slær djúpt. En 11,5 cm of langt í mesta lagi. Þetta var góð tilraun en þetta var bara aðeins of langt þarna hjá Lovísu. Og þá var það Ornella aftur. Pála tekur á móti og Júlía slær í blokkina. Og þetta er enn eitt blokkstíð hjá Pálu. Ákveðið sprettir núna hjá Völsungi. Sáum hvernig þetta endar hjá Ornellu núna. Arnrún tekur á móti og þessi bolti er hins vegar of langur hjá Amelíu. Þá tekur Matteo leiklega fyrir Káa. Staðan orðin 15-13 fyrir Káa. Völsungur búið að skora núna 4 stig í röð. Þá er ekkert annað í stöðunni heldur en bara henda í gott leikli og aðeins að fara yfir málin og aðtöku hvað þessi hægt að gera. Skulum skoða hérna aðeins blokkstígin í þessum leik sem við hingað til. Pála er komið með 2 blokkstig, Júlía 2, Auður 1. En hinum megin er hinn Pála. Hún er komið með 4 stig úr blokk og Ornella 2. Við skulum sjá hvað gerist núna eftir þetta leikli hjá Káa. Ornella heldur áfram að gefa upp. Arnrún tekur á móti þarna og Amelía gefur boltanum á Júlíu og þá vitum við hvað gerist. Glæsilegt smars þarna djúpt á völlinn. Það endar nú yfirleitt með stíið þegar Júlía fær svona góðan bolta. Þá er það Amelía sem að fer í uppgjöf fyrir Káa. Og Kristey kemur boltanum hérna á Pálu. Fín vörn hjá Arnrúnu og Júlía ýtir svo sem bolta bara yfir og Völsungurinn er ekki að verjast. Þetta var mjög góð vörn hjá Arnrúnu. Og Amelía heldur áfram í uppgjöf. Fastu bolti hérna og kemur yfir. Og þá var það Júlía aftur og hvað gerist þá? Það kemur stig. Stig til Káa. Þetta var glæsilegt smass hjá Júlíu. Þegar hún fær svona gott uppspil þá endar það með stigi. Amelía heldur áfram. 2 góð stig núna hjá Káa. Þetta er lúmsk uppgjöf hjá Amelíu og þá er það Arnrún sem kemur boltanum upp á Pálu. Hún kemur honum bara yfir. Kristey kemur boltanum á Heiðdísi en þarna er glæsileg blokk hjá Pálu. Þetta er allt saman að ganga
vel upp núna hjá Káa. Alveg sama hvort það sé smöss eða blokk. Mjög vel gert staðan núna skyndilega orðið 19-13 fyrir Káa. Góður sprettur hérna eftir að Amelía fór í uppgjöf. Krista kemur boltanum núna á Sigrúnu og Amelía nær ekki að bjarga þessum bolta. Já, það hefði kannski verið hægt að gera eitthvað eins betur hérna en þá gerir Völsungur skiptingu. Sigrún fer út af og Inga Björk kemur inn á og Tamara að koma hérna inn á. Já, fyrir Sigrúnu. Tamara fer í uppgjöf fyrir Völsung. Völsungur náði ágætis rispu áðan þegar Tamara var í uppgjöf. Við sjáum hvað gerist núna. Pála tekur þarna móti og það Lovísa sem slæðir djúpt og þessi endaði inn á vellinum. Mjög vel gert þarna hjá Lovísu. Og flott tenging hann á milli Amelíu og Lovísu. Þannig að fátt skemmtilega heldur en gott miðjuspil. Júlía gefur þá upp fyrir Káa og þessi bolti var erfiður og þetta endar með ás hjá Júlíu. Mér sýnist að Káa sé bara að taka hérna völdin algjörlega í leiknum. Það eru blokkstig og smöss og ásar og ég veit ekki hvað. 21-14. Og Júlía með boltan aftur hérna aðeins of langt. Þannig að þessi bolti fór út. Þá tækifæri núna fyrir Völsung. Skulum sjá hvað að gera. Heiðdís Edda í uppgjöf núna. Og Arnur tekur á móti og þá það Pála sem laumar boltanum yfir netið og þetta endar með stigi. Það virðist vera alveg sama hvað Káa reynir núna, þetta endar alltaf með stigi. Þá gerir Káa skiptingu. Þórhildur Lilja kemur inn á fyrir svona Auði. En Lovísa í uppgjöf. Það verið að fara yfir málin hérna á rittaraborðinu. Staðan voru 22-15 fyrir Káa. Þetta gerist hratt núna. Það var ekki langt síðan að staðan var jafnari en Káa búið að taka völdin hérna. Það einhver hérna smá ráðstefna hjá dómurunum og Matti og þjálfara Káa. Þannig að Þórhildur fer hérna aftur út af og Auður inn á. Skulum bíða aðeins með þessa skiptingu og gult spjald á Káa fyrir vikið. Jæja, Matti og veifar hérna hendurinn til dómarans. Viðurkennir líklegast hann hefði gert eitthvað aðeins rangt þarna. Við erum nú bara öll mannleg sko, þannig að svona lag getur komið fyrir. En leikurinn ennþá stopp á meðan að Lovísa undirbýr þessa uppgjöf. Við bara hingrum á meðan og jú, við sýnist þetta að vera klárt núna. Búið að finna út úr þessu. Þannig að Lovísa klár í uppgjöfina.
og hún aðeins of löng. Ég veit ekki hvort það var þessi langa bið eftir að komast í uppgjöfuna sem að hefði þessi áhrif eða hvað, en uppgjöfun bara aðeins svo sterk hérna hjá Lovísu. En við höldum áfram. Þá það Pála sem að gefur upp fyrir Völsung. Júlía tekur á móti og þarna það Sóldís sem að kemur boltanum yfir og Inga slær, en þarna það Auður sem að á gott blokkstig. Mjög vel gert þarna hjá Auði. Alltaf samt svolítið erfitt að átta sig á því hver það sem á þetta blokkstig. Hvort það var Sóldís eða hvort það var Auður. En Pála gefur upp fyrir Káa. Virkilega góð uppgjöf og það ná ekki að bjarga henni því að boltinn fer hérna í skilrúmið sem að upp í loftinu og það þýðir þá að Káa á þetta stig. Þá gerir Káa skiptingu og það Lilja Kristín sem kemur inn á fyrir Amelíu. Já, það hérna smá Já, þarna var Matti að koma einhverjum skilabóðum til dómarans sem aðeins að skrúa niður í tónlistina með hann, en þá allt klárt og Pála gefur upp. Hvít bolti og það bjargað þessum bolta og Kristína kemur honum yfir. Auður á Rakel og þarna það Lilja sem á ágætis markstilraun en aðeins svo langa og þá skiptur hún aftur við Amelíu. En ég missti af því þegar að Rakel kom inn á í staðinn fyrir Arnrúnu. Hún þarna inn á völlunum númer 12. Þá það Inga sem að gefur upp fyrir Völsung og Rakel með góða móttöku og Sóldís slær langt og þessi bolti fór ekki í leikmann Völsungs. Ég held að þetta sé bara hárréttur dómur. Hann fór bara beint út af þarna hjá Sóldísi. Fínasta tilraun. Og Inga gefur aftur upp. Og Sóldís tekur upp móti og fær boltan aftur og reynir að koma nú hérna yfir. Þetta var aðeins of nálægt netinu hérna hjá Rakel. En gaman að sjá þessa ungu leikmenn fá tækifæri. Og í þeim töluðu orðum að þá fer Sóldís út af og skipti við Lúsíu. Staðan 24-19 og Káa þarf eitt stig viðbót til að klára þessa hreinu. Og Inga gefur upp fyrir Völsung. Og Pála tekur á móti og þarna það Lúsía sem kemur núna aftur að Pálu. Fín vörn þarna hjá Völsungi og Ornella með stuttan bolta og svo það Lúsía sem slær og þarna kemur lokastigið fyrir Káa. Lúsía klárar þessa hreinu 25-19 og það endar þá þannig að Káa vinnur leikinn 3-0 á móti Völsungi. Spennandi og skemmtilegu leikur, fjörugur leikur, en við sjáum kannski hérna hvernig stiginn þróðust í þessari hreinu. Káa náði þarna forystunni nokkuð snemma og hélt henni svo bara áfram út hreinuna. Þannig að það var svo sem aldrei mikil hætta þarna á ferðinni í þessari hreinu, en Völsungur svo sem var alltaf inn í myndinni þarna. Hérna sjáum við svo stigahæstu leikmennina hjá Káa í þessum leik. Pála með hörku leik, skoraði 18 stig. Júlía kom næst með 14
svo var það Lucia sem skoraði 9 og Amelia með 5, Lovísa 3 og Auður 2. Og ef við skoðum líka stigin hjá Völsungi þá var Kristíne með 13 stig, Pála með með 9, Sigrún Anna með 5, Ornella 4, Heiðdís 3, Ingabjörg 2 og Tamara og Kristey með 1 stig hvor. Við kannski fáum hérna í lokin bara tölfræðina úr þriðju hrinunni. Það var svo sem kemur kannski mest á óvart er að Káa náði þarna 5 ásum en Völsungur ekki neinum. 2 laumur hjá Káa, engin hjá Völsung. Minnstökin skiptust nokkurn veginn í aftan í sig og Káa náði mest 8 stiga fórustu. Já, við kannski skoðum svo hérna í lokin bara hvernig tölfræði fyrir allan leikinn. Þá var Káa yfir bæði hérna í ásum og í laumum. Blokkarnir skiptust jafnt og allar hrinurnar enduðu 25-19, það er enda mjög áhugavert. En Káa fær hérna aðeins fleiri stig úr mistökum mótherja, 24-19. En þessi leikur endaði bara mjög vel fyrir Káa. Alltaf gott að vera sigra hérna Norðurlands baráttuna. En þetta Völsunglið var eins og það stóð sig mjög vel og það verður gaman að fylgjast með þeim í vetur. Já, við kannski endum bara á því að sýna hérna hvernig stigin skiptust hérna í smöss og laumur og ása og blokkir og fleira. Svo sem förum kannski ekkert endilega dýpra á henni þetta en hérna þarna sjáum við kannski greinilega líka með mistökin. Það voru nú miklu fleiri Völsungsmegin í fyrstu hrinunni, svo jafnaði þetta aðeins út og blokkirnar hjá Völsungi voru góðar í fyrstu og síðustu hrinu. Stuttu niður í 0 þarna í annarri hrinunni. En við hérna látum þess ekki bara lokið í kvöld. Þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst í næsta leik. Takk fyrir, bless.